Góðan dag, ég heiti Þórný og formaður upplýsingar. Ég tala við ykkur hér frá Bifröst í Borgarfirði. Hér mikil froststilla og fallegur morgun. Þetta eru sérstakir tímar og þetta morgunkorn nú í fyrsta sinn eingöngu á fjarfundi. Ég vona að við munum geta hist fljótlega á morgunkornum og öðrum viðburðum á vegum upplýsingar. Við ákváðum samt að halda þessu til streitu, að reyna þetta form svona í staðinn fyrir að vera endalaust að fella niður atburði og viðburði og ég vona að ykkur líki þetta ágætlega. En ég kynni þá til leiks Sigurgeir Finnsson, verkefnastjóra opinna vísinda á Landsbókasafni og Ingibjörgu Steinunni Sverrisdóttur Landsbókavörð. Þau ætla að segja okkur frá nýju kerfi sem verið að taka í notkun og mun tengjast starfi háskólabókasafnanna sérstaklega á næstunni og verða á allra vörum starfsmanna þeirra að minnsta kosti. Gjörðu svo vel, Sigurgeir og Ingibjörg. Já, komið sæl öll og góðan dag. Við héldum þetta í öðru herbyggi, þannig að ég var annars staðar í húsinu áðan og þá, svo við vorum að hlaupa hingað í þetta herbyggi, þá sá ég að sólin var að koma upp og ég held að það sé bara gott merki fyrir það að kynna þetta kerfi og þetta verkefni. Þetta svona, held ég mjög mikilvægt kerfi fyrir okkur í framtíðinni til þess að halda utan um. Og þetta hefur verið löng og ströng vinna en búið að vera í rauninni bara eitt lærdómsferli í þó nokkur ár að bara læra hvað krískerfi og hvernig getum við nýtt okkur þau og hvernig getum við nýtt okkur þau hér á Íslandi. Við þurfum að taka þetta eins og öðruvísi heldur en hefur verið gert erlendis. Við erum að taka þetta inn fyrir allt landið í einu kerfi, en erlendis þetta yfirleitt þannig að það hver háskóli bara með sitt kerfi. Þannig að það hefur svona reynt svolítið á alls konar samstarfsfleti og samstarf en bara verið gleðilegt og ánægilegt. Ég ætla aðeins að byrja á ekki þessu krískerfi heldur varðveislusöfnum. Og það svona kannski í byrjunin á þessu allir saman að þegar að kemur þessi hreyfing varðandi opinn aðgang, fólk fór að mótmæla því að allri útgáfunni var stýrt af fyrirtækjum sem voru náttúrulega bara á markaði og reyndu að hámarka sinn hagnað. Og þetta var svolítið óeðlilegt umhverfi og alveg ofboðslegar upphæðir fjármuna sem fóru á milli og yfirleitt það úr háskólunum yfir í bara einkafyrirtæki. Þannig að fólk fóru að safna saman efni sem var í opnum aðgangi í svokölluðum varðveislusöfnum og geyma þar vísindagreinar og annað vísindatengt efni í opnum aðgangi. Þannig að þetta svona sjálfsprottið innan vísindasamfélagsins, svona hreyfing sem verður á sínum tíma og eins og ég segi andsvar við fyrirkomulagi við útgáfu og birtingu vísindaefnis, svo sem þessi svokölluðu big deal samningar hafa verið og þá það þannig að þú þarft að kaupa alveg risastóran pakka af efni. Þú getur ekki bara valið það sem þig langar til að kaupa eða þú vilt kaupa fyrir þitt bókasafn eða þinn háskóla eða þína viðskiptarýni, heldur þarft að kaupa allan pakkan fyrir náttúrulega alveg hellingspening og þú notar kannski örlítið brot af því sem í pakkanum. Þessi varðveislusöfn þau byggja á opnum hugbúnaði, open source og íslensku söfnin sem hafa verið sett upp hér á landi í Þarlandsundi og eftir að þau nota DSpace. Svo til fleiri tegundir af þessum hugbúnaði. Og þau byggja yfir öll á þessum OAI-PNH staðli, þannig að þau eiga að geta tala með einhverjum hætti saman. Þau tengja sig við Google og aðra leitavélar til þess að auka sýnileika, þannig að þetta efni, ef þú ert bara að leita á Google eða einhvers staðar á netinu, þá komið þetta efni upp. Þau eru tiltölulega auðveld í uppsetningu, við höfum sett upp 2 söfn hér
Og síðan hefur myndast í kringum þetta alþjóðlegt samstarf varðandi skráningarstaðla, þar að segja hvað verið að skrá inn efnið. Og það eitthvað sem við þekkjum bara mjög vel úr okkar fræðum og eftirlit og gæðastjórnun og síðan hefur orðið til út frá þessum varðveislusöfnum evrópskt samstarfsverkefni Open Air sem að Landspítalinn hefur tekið þátt í til margra ára en nú að flytjast yfir til okkar hér í Landsbókasafni. Varðveislusöfn á Íslandi þekkir sem sagt þau varðveitagreinar og efni í opnum aðgangi og þar fyrst Skemman sem þá BA og meistaraverkefni og var opnuð 2006 og upphaflega var það verkefni sett af stað í Háskólanum á Akureyri en síðan ákváðu sem sagt tóku það var að segja sem sagt kennaraháskólinn á sínum tíma við þessu og þannig rann það inn í Háskóla Íslands og síðan endaði þetta í Landsbókasafninu þannig og allir háskólarnir taka þátt í þessu. Og þetta var kannski svolítið frumkvöðlaverkefni innan háskólanna en síðan var sem sagt Histlan sem var Landspítalinn setti upp 2006 að það var meira bara rannsóknir sem að Landspítalinn var að vinna að og það tengist kannski svolítið þátttöku bókasafns Landspítalans í Open Air verkefninu á sínum tíma. Nú síðan erum við með Open Vísindi sem var opnað 2016, við tala meira það á eftir og við settum upp hér í safninu hjá okkur varðveislusafn fyrir stafrænt efni í skylduskilum og það kannski svolítið öðruvísi safn heldur en hinn. Þetta ekki sem sagt vísindaefni í opnum aðgangi, heldur þetta bara þarna var byrjað að koma alls konar stafrænt efni sem fólk var að búa til og við sáum það að við myndum bara einhvern veginn tína þessu út í loftið ef við myndum ekki að safna þessu saman þannig að í skylduskilum í Landsbókasafninu komið töluvert mikið af stafrænu efni. Nú síðan bara sem dæmi Háskólar og stofnanir erlendis reka slík söfn, Nóra í Noregi, Íva í Svíþjóð og svo til Zenótó sem samevrópskt verkefni og eflaust margir kannast við í þessum hópi sem að hlusta. Nú það hægt að sjá þessi yfirlit varðveislusöfn í heiminum, það annars vegar í Open Doar og þar 4 íslenskar færslur og þar þarna Arctic Portal Library sem að ég raunveru þekki ekki en það rekið númer á Akureyri í sambandi við ég ekki alveg klára hvað það heitir einhver svona eining sem að sér heimskautarannsóknir og síðan Histlan, Open Vísindi og Skemma Róar, það líka skráin Open varðveislusöfn og það 2 íslenskar færslur, Histlan og Skemman. Og þarna þarf þetta fólk að setja þetta sín söfn inn sjálft, því að þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Nú síðan þessi varðveislusöfn rekin með ágætisárangri í mörgum háskólum í tíma og allt í lagi. En þá fara náttúrulega margir að hugsa, það er að taka þetta svolítið lengra og búa til kannski ofan á þessi varðveislusöfn ýmiss konar kerfi sem að geti þá tengst rannsóknum og haldi betur utan um rannsóknir. Og það náttúrulega opnast alls konar möguleikar með opnum aðgangi og opnum vísindum og okkar ágætu útgefendur sem svona meðleikendur okkar á þessu sviði að þeir fara að hugsa hvað getum við gert til þess að búa til þá einhverja söluvænar lausnir. Þannig að það verða til lausnir, sumar voru bara í svona freeware sem að háskólarnir byggur til en síðan fara þessi stóru fyrirtæki líka að búa til lausnir sem að auðvelda þá utanumhaldi á vísindaefni og tengja við önnur kerfi innan háskólanna og stofnanna eins og til dæmis bara manneskerfi. Og það hefur þróast skráningarstaðall í kringum þetta sem kallað SERIF sem viðhaldið af Eurocris og það tengingar á milli í þessum staðli þá tengingar á milli fólks, stofnana, verkefna og byltingar. Og allflestir háskólar erlendis reka slík kerfi. Og
Og það eru nokkrar gerðir á markanum, það Converse sem í Bandaríkjunum, Elements sem ég held að séum bara alþjóðlegt eða hvort það upprunalega breskt, Pure sem var ákveðið að kaupa hingað sem uppfærað danskt kerfi en var síðan keypt af Elsevier og svo Kristin í Noregi til dæmis sem sérþróað þar. Nú, hvað CRIS? Þetta stytting á Current Research Information System, það segja current, það eru rannsóknir sem eru í gangi eða eru svona nýjasta nýtt, getur við sagt. Þetta upplýsingakerfi rannsóknarverkefni og niðurstöðu þeirra, auk rannsóknarvirkni háskóla og rannsóknarstofnana og það hægt að draga náttúrulega ýmislegt út úr þessum kerfum, þannig að þau geta verið mjög góð greiningartól. Þau eru marglaga, það að segja að það eru svona margir pokar í þeim sem verið að setja efni í og þau eru aðgangsstig í flestum tilfellum. Og þau geta mörg hver hýst útgáfur en sem sagt það að segja það sem við erum að setja í varðveislusöfnin í dag en þau geta líka tengst varðveislusöfnunum. Þeir sem hafa hagað svona kerfum eru auðvitað vísindafólk eða fólk sem í stundavísindi eða rannsóknir, rannsóknarstjórar sem halda utan rannsóknir háskóla eða fyrirtækja, stjórnendur, rannsóknarráð, fólk í stefnumótun, atvinnulíf, sprotafyrirtæki, fjölmiðlar og ekki síst almenningur og svo auðvitað bókasöfn sem ég hef bara gleymt að setja þau í mér og finnst þessu sjálfsagt væntanlega. Nú, þetta mál búið að vera mjög lengi í svona umræðinni og í gangi hér og hún var komin að stað alveg á fullt þessi umræða fyrir hrun 2006 eða 2007 og skemman og hýrslan byrjaði þarna 2006 og síðan eftir, í hruninu náttúrulega bara fóru allar þessar áætlanir út gluggann og það var bara ákveðið hlé og það fór aftur af stað nokkrum árum síðan, kannski í kringum 2013 og það var ákveðið að byrja með varðveislusafn fyrir birtingar akademískra starfsmanna háskólanna og það kostaði nú ekki mikið að fara í það, við skoðum það og það var náttúrulega komin þarna reynsla á skemmuna og hýrsluna og við ákvaðum að stíga þetta fyrsta skref og setja þá opin vísindi í gang, setja fullan kraft í krís þegar fjárhagur minnkar. Og opin vísindi síðan opnuð 2016 og umsjónarmaður Sigurgeir Finnsson sem að tala hérna eftir. Og þetta var samstarf Landsbókasafns, Háskólabókasafns með landsvegna þess að þá vorum við komin með reynslu af því að reka skemmuna og síðan voru háskólarnir 7 þannig. Og þetta verkefni hefur gengið bara mjög vel og við hefum fengið bara mjög dýrmæta reynslu út úr því og sem að hefur þá hjálpað okkur inn í núna að innleiða CRIS-kerfi. Og málið fyrir aftur af stað þarna 2013-14, það sett í forgang í stefnu vísinda og tækniráðs og 2014-16 og síðan var ráðinn verkefnisstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu 2015 sem heitir Sonja Dögg Pálsdóttir og hún hefur fylgt verkefninu alveg þangað til í dag en hún ennþá með okkur. Og það var settur á fót stýrihópur með fulltrúum háskólanna, Landspítala, Rannís og Landsbókasafns. Og þetta var bara dálítið svona langur og strangur ferill þannig. En það voru kynningar á kerfum og prufagangur á kerfum og útboð undirbúið, þetta var 2016. Síðan voru skoðuð kerfi erlendis, það var meðal annars hópur úr ráðuneytum sem fór til Finnlands og skoðaði kerfi þar. Og útboðið hjá okkur var dálítið byggt á þeirra reynslu. Það var gert áhættumat og skoðaðar auðkenningar inn í kerfið. Síðan lágu fyrir samningsdrög árið 2018 og þá var farið í útboð á vegum ríkiskaupa. Og það var alveg svakalega miklar kröfur sem voru gerðar og það byggðist meðal annars á kröfunum frá Finnlandi. Og það kom bara eitt tilboð, það var frá Elsevier með Pure-kerfið. Og tilboðið var tekið og það var bara alveg ágætis tilboð og það var skrifað undir samning 18. júlí 2019 og Landsbókasafni, Háskólabókasafni var falið að reka verkefnið.
og kerfið og gögnin eru í skýjalaust. Það segja við erum ekki að hýsa kerfi hér á landi eins og hefur til dæmis verið með bókasafnskerfið, heldur er þetta skýjalaust. Og síðan sem sagt eftir þarna að búið að ganga frá þessum samningum og þá settur á fót stýrihópur með fulltrúum frá ráðuneytinu, háskólunum, Landsbókasafni og Rannís. Og verkefninu hefur verið skipt upp í nokkra áfanga og í fyrsta áfanga verða allir háskólarnir settir inn í kerfið ásamt Keldum, rannsóknarstöðin á Keldum, Árnastofnun á Landspítala. Og það hefur verið stofnuð verkefnisstjórn hjá hverri stofnun og áhersla hefur verið á að fá inn í þessa verkefnisstjórn stofnunanna, til dæmis eins og rannsóknarstjóra og upplýsingafræðinga. Og ég ætla bara að benda ykkur á það að við viljum mjög gjarnan að upplýsingafræðingar taki þátt í þessari vinnu. Og þetta kannski svona svolítið nýtt í okkar umhverfi og bara endilega hendi ykkur út í þetta. Þetta er ógeðslega spennandi. Og síðan eru þarna sérfræðingar í upplýsingatækni og kerfisfræði. Við höfum lagt áherslu á að fá þetta fólk svolítið saman, þess að vinna saman. Og það er líka bara hollt fyrir okkur upplýsingafræðingarna að vinna með þessum típum þarna í upplýsingatækninni og með rannsóknarstjórunum. Það eru alls konar sameiginlegir fletir. Þannig að ég hvet ykkur til ef þið hafið einhverja möguleika að taka þátt í svona vinnu að reyna að fóta ykkur inn. Nú, Sigurgeir Finnsson hérna í Landsbókasafni, hann er umsjónarmaður kerfisins og opinna vísinda. Síðan réðum við inn Ólaf Aðalsteinsson sem hann er kerfisfræðingur og hann stýrir innleiðingarferlinu og hann hefur verið hérna síðan í október 2019 og mun væntanlega vera með okkur alveg fram á næsta ár. Síðan var ráðinn gagnagrunnssérfræðingur sem heitir Jóhannes Steingrímsson og hann hefur séð að smíða svokallað samþættingarlag því að við þurfum að fá fullt af gögnum frá stofnununum rannsóknir og það fólk sem er að stunda rannsóknir og það þarf að samræma þessi gögn áður en þau eru sett inn í kerfið. Og svo tróði ég hérna einhvers staðar á toppnum og reyna að hafa svipinn og lofti til að reka alla hina áfram. Og það hefur verið settur á fólk stýrihópur sem er þá að hittast reglulega, við hittust mánaðarlega og þá er svona bara farið yfir þau verkefni sem er í gangi og skipst á upplýsingum og reynt að halda þessu áfram og auðvitað hefur COVID haft alveg mikil áhrif á framganginn en við höfum aldrei stoppað. Og það er Anna Sigríður Guðnadóttir, hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur og er á Landspítalanum, Berglind Fanndal Káradóttir frá Rannís, Guðmundur Kjærnested frá upplýsingatækninni í Háskóla Íslands og Halldór Jónsson sem er sviðsstjóri og síðan hann Jóhannes Steingrímsson sem ég talaði áðan. Nú Kristján Kristjánsson frá Háskólanum í Reykjavík, Lars Gunnar Lundsteinn frá Háskólanum á Akureyri, Sara Stefánsdóttir frá Háskólanum í Reykjavík og hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur og síðan Sif Jónsdóttir í Háskólanum á Akureyri og Sonja Dögg Pálsdóttir frá menntamálaráðuneytinu. Þetta er svona stýrihópurinn sem að hittist reglulega, svo hafa komið inn fleiri aðilar á ýmsa fundi. Já, það við bæði. Og svo erum við bæði, hérna ég og Sigurgeir í hópnum og Ólafur situr á fundi líka sko, þannig að hérna þetta er bara öflugt lið. Nú, það eru tveir tengilegir sem við höfum frá Elsevier. Það er Steffen Gerström og Nanna Louise Kútan Nielsen. Og þau hafa fylgt okkur meira og minna frá því að við stöfum þessari vinnu hér. Síðan er verið að þýða kerfið á íslensku, við fengum sérstaklega fjárveitingu til þess frá menntamálaráðuneytinu og það er þýðingateymi á vegum Elsevier, þetta er væntanlega að bjóða þetta út og síðan er hérna heima fólk sem tekur þátt í þessari þýðingavinnu. Nú, það átti að vera námskeið hér á Íslandi, þau ætluðu að koma þessi tvö, Steffen og Nanna Louise, til Íslands, en það var náttúrulega ekki nokkuð lífandi vegur út af COVID, þannig að þau voru bara mjög snögg og breyttu þessu í 5 vefnámskeið sem voru haldin í vor, var það ekki? Nei, núna bara í... Núna í haust. Ágúst, september. Ég sé að tíminn hann einhvern veginn rennur saman hjá mér, já. Og hérna, síðan þessi uppsetning á samþættingarlaginu eða fossalnum eins og við erum farin að kalla það að hún er lokið, þannig að þessi samræming gagna, hún ætti að geta gengið nokkuð snurðulaust fyrir sig.
Það verið að flytja gögn, eða búið að flytja eitthvað gögnum úr opnum vísindum yfir í kvískerfið og það verið að vinna með hirslu Landspítalans, þannig að við erum að taka gögn þaðan og það hann Georg Perredi sem forritari hérna hjá okkur í Landsbókasafni sem að gera þetta, hristir þetta bara fram úr erminni og ekkert sé. Og síðan erum við búin að vera í nafnasamkeppni, það hefur reyndar dálítið þvælst fyrir okkur. Og núna erum við akkurat að horfa á tengingu við styrkjakerfi Rannís. Við erum í sérstakar módúl í kerfinu sem heitir Award Management Module og það verið að vinna í þessu akkurat núna. Og síðan höfum við aðeins verið að skoða persónuverndarmál en það kannski svolítið seinni tíma verkefni. Hérna setti ég bara uppfæra tímaáætlun eða drög sem hann Ólafur dró upp. Við erum búin hérna með þetta samþættingarlag og gögnin frá tíð sofnunar. Við erum búin að setja upp uppsetningar og grunnstillingar í kerfinu. Það verið að þýða kerfi núna og gera alls konar verkferla. Reyna að tengja þá við styrktarkerfi Rannís, Háskóla Íslands og Landspítala og fleiri. Það verkefni sem við erum bara akkurat í núna. Og síðan fengum við meldingu frá Færeyjum og ætlum að hitta Færeyjar og þau ætla að spyrja okkur hvernig við erum að gera hlutina og hafa áhuga á að kynna sér það. Og svo eftir áramót þá förum við í uppsetningu á hreinu kerfi innan gæsalappa með íslensku og ensku og gögnin fara þá alla leið inn. Og það verður þjálfun og gangsetning og eftirfylgni. Það í kerfinu í gangi núna svokallað sandkassi þar sem fólk getur verið að leika sér og skoða og prófa sig áfram. En það verður þarna sett eitthvað strik eftir áramótin þar sem verður bara sett upp hreint kerfi. Og síðan ég setti inn líka glæru með nú get ég ekki náð henni. Líklega hefur þetta verið síðasta glæru. Ég hélt ég hefði verið með eina sem var svona yfirlitsmynd yfir sem við vorum að reyna að búa til svona skipurit. Skipuriti átti að vera með, já. Ég held að hljóta að vera í glærunum. Þannig að, já. Og þarna sjáum við að það komið nafn á verkefnið og stýrihópurinn búinn að ákveða það eigi að heita Íris, það fór fram nafnasamkeppni þarna innan hópsins og það hefur svona margar skírskotanir þetta nafn, þetta Icelandic Research Information System getur það heitið á ensku. Jú, þetta stendur fyrir það. Já. Það nákvæmlega það sem það er. Já, sem það í rauninni, já. Og ég er svolítið ánægð með að þetta kvenkyns, þannig að það svona fínt. En þannig menntamenningarráðuneytið uppi og síðan þarna Elsevier sem að gera ákveðna hluti með hýsingu, þjónustusamning, þýðingarnar og reglulegar uppfærslur. Við erum með samskipti við Elsevier og samskipti við stofnanirnar. Ólafur verkefnastjóri og síðan Sigurgeir Finnsson verður með daglegan rekstur og þjónustu í kerfið þegar þetta verður að koma í gang, en hefur auðvitað verið á kafi í þessari innleiðingu. Og síðan eru þarna stofnanirnar 10 og þær hafa komið sér upp þessum verkefnahópum, þurfa að halda utan um sína rannsóknir inn í kerfinu, vera í samskiptum í svona verkefnum og sækja þá styrki. Þetta þetta bara alveg drög, við eigum eftir að bæta inn, það vantar til dæmis þarna verkefnahópana og stýrihópinn og við þurfum að endurskoða þessa glæru. Ég ákvað að setja hann bara svona garni. En þá er ég eiginlega bara búin, þannig að ég get komið við. Já, góðan daginn. Eins og Ingibjörg talaði þá stendur CRIS fyrir Current Research Information System. Og það þýðir bara að
yfirleitt eru svona kerfi keypt fyrir þá einstakar einingar, háskóla, rannsóknarstofnanir og það sem í kerfinu endurspeglar þá það rannsóknarstarf sem í viðkomandi einingu eða háskóla eða stofnun. En þetta náttúrulega dálítið öðruvísi hjá okkur því þetta rauninni bara landið og mun þá ef vel gert, ef vel skráð inn í kerfið og vel haldið utan þetta, þá mun þetta endurspegla allt rannsóknarstarf sem í landinu. Og þá mæla ef maður svona strípar með þá má skipta því í 3 flokka þar sem í þessu kerfi. Það sem sagt þá skráning á rannsóknum eða rannsóknarverkefnum, svona projects, rannsóknarstyrki og svo rannsóknarafurðir sem þá greinar og bækur og bókakaflar og allt sem verður til utan allar rannsóknarafurðir. Og til hvers erum við með þetta? Jú, til þess að það náttúrulega hefur vantað bara á Íslandi að það ekki neitt kerfi, það ekkert haldið almennilega utanum þetta mikilvæga starf sem við erum sem rannsóknarstofnanir að gera. Þetta bara einhvern veginn svona í einhvern Excel-skjölum og hér og þar eitthvað heimagert sko. Og þetta hefur vantað, enda náttúrulega búið að löng saga. Flestir háskólar í erlendis eru búin að vera með svona kerfi í fleiri ár, kannski 10 ár eða meira. Þannig að þarna fáum við loksins kerfi sem bara heldur utan þetta frá A til Ö, allt svona rannsóknaraktivitet og þetta mjög mikilvægt efnahagslegt tæki til þess að sjá bara í hvað peningarnir eru að fara og hvað kemur út úr rannsóknarstyrkjum og svo framvegis. Það er alls konar hlutir eins og til dæmis, ef við vitum hvað APC-gjöld eru, það svona Article Processing Charges sem að fólk borgar fyrir birtingu og opnum aðgangi. Við vitum ekkert hvað íslenskir starfsmenn Háskóla í Íslandi, það ekkert haldið utan þetta, þetta ekki bókhaldslíkill hjá háskólanum. Það hægt að skrá þetta inn í kerfið, við getum haldið utan þetta svoleiðis. Nú það hægt að taka skýrslur úr kerfinu, alls konar tölfræði, bara hvað við að birta margar greinar á ári í erlendum tímaritum, í hvaða fögum. Við vitum þetta ekki, það engin haldin en tölfræði þetta, en við munum geta gert það í framtíði og við munum líklega bara gera þetta hér á Loftskóla. Nú til dæmis, við vitum ekki nákvæmlega, við getum svona giska á hvað við birtum mikið í opnum aðgangi, við vitum það ekki nákvæmlega. Það kannski svona cirka 50%, en við þurfum að þarna fá við nákvæma tölur. Það sem að gera, það stendur hann tala matskerfi háskóla. Þetta kerfi mun vera aðal grunnur sem matskerfi mun sækja í til þess að meta starfsemi akademískra starfsmanna. Þannig að það er mjög mikilvægt og þetta held ég að verði mun fullkomnari skráning á rannsóknaraðilum heldur en við höfum gert á. Við höfum náttúrulega verið að reyna að halda einhvern veginn utanumynda eins og í Hyslunni og opnum vísindum og í gegni, en við höfum aldrei náð að kofvera held ég allt. Það er alltaf eitthvað sem einhverjar greinar, einhverjar bækur, einhverjar bókakaflar, einhverjar rannsóknargreinar sem rata ekki inn í þessa grunna af einhverjum ástæðum. En vegna þess að matskerfi háskólana ætlar að byggja þetta kerfi, nota þetta kerfi til þess að byggja á sinni matsskýrslu, þá mun allt þurfa að fara þarna inn. Þannig að það er hagur fyrir akademíska starfsmenn allra háskóla og rannsóknarstofnana í Íslandi að þeir komi lýsigögnum sína rannsóknir inn í þetta kerfi. Ég ætla að nefna að háskólarnir eru náttúrulega mjög mismunandi og afurðirnar eru mismunandi og eitt af því sem við munum gera í þessu það er að taka til eins og til Listaháskólinn að rannsóknarniðurstöður og rannsóknarafurðir eru á allt formi heldur en til dæmis í Háskóla Íslands
Þannig að kerfið á að geta haldið utan um það líka. Já, kerfið getur rauninni skráð bara alls konar hluti. Það getur skráð tæki og tól, einhverja smásjá og einhverja rannsóknarstofu. Þannig að það er hægt að halda utan um ansi mikið í þessu kerfi. Við munum væntanlega ekki gera það allavega ekki til þess að byrja með. En möguleikinn til þess að skrá alls konar hluti fyrir hendi. Já, eins og Ingibjörg talaði þá heitir kerfið okkar IRIS, sem stendur einfaldlega bara fyrir Icelandic Research Information System. Og það er ekki langt síðan við ákvaðum á þetta nafn, það er kannski 2 vikur. En ég var á fundi í gær og þá með Rannís og fleira fólki Írisi og þá var fólk bara að fara að tala Írisi. Við erum búin að nota Pure núna, fyrst notuðum við alltaf Chris og við erum búin að tala Pure kannski í svona ár eða 1,5 ár, en nú bara strax fólk bara að tala Írisi. Þannig að þetta er svona mjög, já. Nú, til þess að hlutir fari inn í kerfið, þá þarf einhver að skráða. Ég sé fyrir mér að þessi 3 flokkar að rannsóknarverkefni, styrkir og rannsóknaraðilar, að rannsóknarverkefni og styrkir muni aðallega vera á höndum fólks út í háskólunum, verkefnastjóra, deilda eða rannsóknarstjórar og svoleiðis fólks. Þetta er svona meira hluti sem ekki sýnilegt út af því, það á portalum. Kerfið það er tvískipt, það er bakendakerfið og svo það portalinn út af því. Já, og þessi fyrri hluti það er mestu hluti á bakvið. En stærsti hluti kerfisins eru rannsóknaraðilar. Og þar komum við inn, þar komum við upplýsingafræðingar inn sem með okkar skráningar með þekkingu. Og ég býst við því að þegar akademískir starfsmenn þurfa að fara að skrá allt sitt inn í kerfið með einhverjum móta, þá getum við komið sterk inn sem með einhvers konar aðstoð við það og gert okkur virkilega sýnileg. Þetta er svona það mikilvægasta sem mun vera í kerfinu, það er rannsóknarhafur. Eins og við vitum öll að þá gerist skráning ekkert af sjálfu sér. En mér finnst einhvern veginn oft, ég fæ oft tilfinninguna að fólk sem ekki í þessari stétt, upplýsingafræðingastétt, haldi að þetta gerist allt bara af sjálfu sér. Þetta er svona dálítið ósýnileg vinna. Og ég held að kannski ástæðan fyrir því að skráningarvinna fólk taki ekki eftir því, vegna þess að þegar hún gerð vel, þá tekur enginn eftir því. Það ekki fyrir að eitthvað gert illa sem að fólk tekur eftir því. Og yfirleitt held ég að skráningur í Íslandi sé mjög góð. Þar af leiðandi tekur aldrei eftir því. Ég veit ekki okkur þetta kannski þetta því að þetta er kvennastétt eða við sem erum í þessari stétt erum bara svona náttúrulega tilbaka eða eitthvað. En þetta er svona held ég tækifæri fyrir okkur að vinna nýjar lendur, gera okkur sýnilegri og sýna hvað skráning er merkileg og mikilvæg. Já, og þessi sérfræðiþekking sem við höfum að hún skiptir bara verulegu máli. Þannig að þess vegna við höfum talað um það hérna svolítið að þarna eiginlega við þurfum að passa það. Þetta bara fari ekki í hendurnar á einhverjum sem kunna ekki til verka. Þannig að bara verið í frek. Já. Og ég sé þetta fyrir mér að ef við horfum á akademískur starfsmaður þarf að koma sinni rannsókn inn í kerfið. Allir akademískir starfsmenn sem eru partar af kerfinu hafa aðgang í kerfið og geta sett þar inn sjálfur. Og þeir setja bara svona lágmarksskráningu inn í kerfið, svona hráefni. Og þú tekur við einhver upplýsingafræðingur og viðkomandi stofnun við hráefninu og gera það svona pakkar í neytendaumbúðir og setur það í uppstillingu á portalum. Já, ég ætla að tala opin vísindi þegar hlutverk opinna vísinda mun breytast töluvert með tilkomu Írisar. Sem sagt
að við munum hætta að nota, við munum ekki skrá neitt inn í opin vísindi. Frá þegar kerfið opnar hvenær sem það verður, líklega í apríl eða eitthvað, og þá bara munum við ekkert skrá inn í opin vísindi. Heldur munum við skrá allt verður skráð í Írisi. En hins vegar við erum að búa til tengingar núna það að vera að testa alls konar flutning á gögnum sem sagt úr Írisi yfir í opin vísindi. Þannig að Íris verður svona, opin vísindi verður rauninni bara svona geymslusafn, varðveislusafn, þar sem hluturinn geymdur, þar sem greinin sjálf, PDF-skjalið, verður geymt. Það bara svona frystigeymsla eða eitthvað svona. En Íris svo við notum þessar búðar eða kjöt, samlíkingu áfram. Við erum að flytja allt úr opnum vísindum sem þar núna yfir í Írisi, það verður gert bara einu sinni og Georg hjá forritari hjá okkur að massa það til einnig úr hirslunni. Það sem sagt, en sko opnum vísindi verða ennþá til og verða ennþá mikilvæg til að mynda varðandi sko ef að fólk vill birta í opnum aðgangi sem sagt greinar sem ekki opnum aðgangi, þar alveg þessar svokölluðu grænuleið, birta handrita grein, preprita, postprint. Og þá verður það náttúrulega gert í opnum vísindum. En sko skráningin fer fram í Írisi og svo sem sagt flytja gögnin og greinin yfir í opnum vísindum. Mér langar aðeins að bæta við þetta hjá Sigurgeiri, sko, mér finnst svolítið mikilvægt að afurðirnar sjálfar, þessar greinarnar og það sem birt, að það sé eitthvað sem að við sjálf höfum yfirráð yfir. Þannig að ég hef ekki viljað að það færi beint inn í krískerfið eða Írisi sem þá sem sagt á vegum Elsevier, heldur að við höfum það í sérsafni hér á landi sem að Landsbókasafnið sem sagt stýrir og höndlar Þannig að við höfum þá alltaf yfirráð yfir þessum greinum til framtíðar. Þetta er bara svona ákveðið pólitísk statement, sko. Af því að sko við hefðum getað keypt kerfið með sem sagt varðveislu funksjón líka, þá hefði þetta verið geymt í þessu skýi hjá Elsevier, já. En það betra þá að hafa þetta hjá okkur. Og það margt, mér langaði bara að nefna þarna varðandi Írisi betri nafnmyndastjórnun, þegar það hefur verið dálítið leiðilegt í opnum vísindum að þessi nafnmyndastjórnun að tengja verk við rétta höfunda, það rosa mikið dúplikeringar og ég veit að það líka í hirslunni. En það einhvern veginn, það miklu betri stjórn á þessu í kerfinu því að allt sem þú ert að setja inn í kerfinu þarf að tengjast einhverjum vísindamanni sem nú þegar í kerfinu. Þannig að þú finnur hann bara í að það allir höfundar sem þú ert að skrá í kerfið nú þegar í kerfinu, þannig að þú ert að sækja. Það alveg brilljant. En þetta náttúrulega fullt af erlendum höfundum, en það mikið. Það eins og Ingibjörg talaði þá erum við búin að vera í þessari innleiðingarferli núna í meira en ár og margt sem búið að gerast, líka margt sem á eftir að gera. En við erum ennþá kannski í miðri á, en við erum farin að eiga land, við sjáum bakkann og við sjáum hvaða leiðir við erum að fara. Við viljum náttúrulega tengja Írisi við leiti.is eða nýja bókasafnskerfið, það okkur að gera það. Við höfum eftir að búa til einhvers konar efnisorðabanka sem við þurfum að hlaða upp í Írisi. Það er nefnilega ekki hægt að tengja eins og gert í opnum vísindum. Þá lykilskráin beintengd inn í opnum vísindi, það ekki hægt að gera í Írisi. Þannig að við þurfum að búa til einhvers konar Excel-skjal með svona helstu efnisorðum sem verður þó væntanlega nokkur hundruð og hlaða því upp í kerfið og þá verður það hægt að sækja það inn í kerfinu úr svona flettilista. Við þurfum að mynda verkefnisstjórn upplýsingafræðinga, það verður væntanlega fullt af verkefnisstjórnum, nokkrar mismunandi verkefnisstjórnir sem tengjast Írisi, en við þurfum að vera með okkar eigin við upplýsingafræðingar
bara eins og það með skemmuna og opin vísindi. Og það hugsanlegt að verkefnastjórn opinna vísinda breytist bara í verkefnastjórn Írisar. Mér finnst það ekki slæm hugmynd. Við þurfum að búa til einhvers konar verklagsreglur, ferla hvernig efni fer inn í kerfið og búa til leiðbeiningar fyrir okkur sem að valið erum inn í kerfið og líka akademíska starfsmenn. Og svo þurfum við að vera með fræðslu bara, svo þetta virki allt saman. Ég ætla nú bara svona rétt í lokin að kannski bara sýna ykkur aðeins inn í kerfið. Þetta þessi bakendi, þetta er ægilega flókið saman. Hvað ætla ég að sýna? Já, kannski ég sýna ykkur bara, já, þetta er svona overview. Hérna sjáum við að það eru 1670 users og það er það sem ég voru að tala um á, það er þessi akademísk. Fyrirgeðu, við sjáum ekki það sem þú ert að lýsa. Ok. Getur þurft að breyta hvaða skjá þú ert að deila. Það er ekki bara svona. Sjáðu þið núna? Já, sjáum núna. Já, hérna þetta eru users, þetta eru þeir sem eru inn í kerfinu, þessir höfundar sem við vorum að tala um á, þessum við tengjum, nei, fyrir það er ekki ég, það er persons, það er þetta hérna, 1384. Þetta eru þeir höfundar sem við munum tengja allt efnið í. Þetta er þá væntanlega með users, er þá væntanlega með svona fólki sem er að vinna bak á tjöldinni. Ég ætla að sýna ykkur bara hvernig við bætum efni inn í kerfið. Það var mjög snöggt. Hérna er listi yfir allt sem við getum bætt inn í. Þetta er sem sagt research output, það er þá rannsóknaraðilir. Það er alls konar típur af því. Aftur sjáum við ekki skjáinn sem þú ert að lýsa. Það er í gangi. Ég veit það ekki. Það er að þegar við opnast í pop-up glugga. Já, þá þarftu að deila þeim glugga. Já. Það er Kannski kemur það ekki. Þannig við sleppum því þetta. Já, ég hef lent í þessu líka. Ég bara sýna ykkur, sjáðu hérna þetta. Já. Þetta er sem sagt portalinn út af við. Hérna sjáum við þá, þetta er profiles, þetta eru þá fólki, þetta eru akademísku starfsmenn, háskólana. Hér er listi yfir rannsóknarstofnanir. Og þetta er náttúrulega allt á ensku núna þegar það er á eftir að þýða kerfið. Já, það er í vinnslu, já. Það er í vinnslu. Við sjáum að hver háskóli eða hver stofnun eins og Bifröst til dæmis skiptist þá upp í deildir og svið væntanlega og það er hægt að fara mjög bara svona mjög nákvæmlega onni í þetta og sér ekki með listaháskóla þetta einhver stöðu að því þeir eru svona Það er bara held ég eitt já Þau eru ekki að henni? Já, það er það. Það má að vera að henni. Nei, ok. Alltaf. En sem sagt, ef við klikkum hérna á profiles, þá er hver starfsmaður með sitt heimasvæði. Og þetta er þessi gögn sem við vorum að tala um, þessi hérna sem að Jóhannes hefur verið að flytja. Það er þessi starfsmannagögn sem eru flutt beint úr manneskjærum háskólum. Þannig að sko, hér getur fólk búið til bara CV og gert rosa flottan prófíl sjálfan sig. Og þá væri þá listi hérna niður með öllum hérna greinum og svona heldur bara eitthvað testum.
sýningu eitt viðbót og það þetta kort hérna sem sýnir svona, ég veit ekki það sést svolítið illa, það svona línur og tengingar milli frá Íslandi yfir til landa, það ekki mjög mikið hérna. Þá sem þetta rosa flott og það allir með svona, allir háskólar erlendi sem eru með notandi kerfið með þetta allt voðalega flott. En þetta eitt af þessum hlutum sem gerist ekki sjálfum sér. Þegar þú ert að tengja við external stofnanir, þá þarf einhver mannsverð að gera það. Og þetta eitt af því sem ekki gerist að sjálfum sér. Þetta eitt af því sem við þurfum að gera. Upplýsingafræðingarnir. Upplýsingafræðingarnir. Þá sjáum við þetta ykkur. Já, þú Manassi og Kristjánsson. Þetta ykkur, þessi hérna sem að hæglaðaður það þá starfsmaður einhvers háskóla í Íslandi, á Íslandi og svo þetta þessir meðhöfundar og þeir eru þarna frá Berkeley. Hérna einhver, ég var náttúrulega líka fyrir, ég tengi að það einhver styrkur sem að þeir fengu til að skrifa þessa grein. Og svo hér tengill, þetta tengill á síðu útgefanda og hér þá tengill í opnu vísindi, þar sem að greinin í opnum aðgang. Og það einhver server hangar. Ja, okay. Ekki gefa færi á spurningum? Ég held að Við doppin út. Nei, við heyrum í ykkur, alveg. Ég held að, já, þetta er komið hjá okkur. Ef þið vildi spyrja, ef kom einhverja spurningar kannski, eitthvað svoleiðis. Er það hægt? Já, það er hægt. Það er bara, tekur fólk af mjútið á hátalaranum og spyr. En ég vil bara þakka ykkur fyrir. Mér finnst af því að ég hef nú fylgst alveg með þessu frá upphafi, þá finnst mér þetta samt bara mjög fróðlegt og það er alltaf eitthvað sem þarf að segja fólki frá og bara mjög gott að fá þetta, góðir hlutir gerast ekkert af sjálfur sér, sko. Það þarf að vinna í lýsigögnunum til að við getum fengið góðar upplýsingar út. Það er bara málið. Já, það er það sem við gerum, það er okkar. Já. Og við erum bara að halda því á það. Já. Þið sjáu fyrir ykkur að þegar þetta verður komið í gagnið, að þá takir rannsakandinn sig til og það, semst í rauninni, hann býr sér til prófíl þarna inni, eða ekki? Já, það er búið til fyrir hann, sko. Já, það kemur úr mannauðskerfinu, þannig hann í rauninni það eina sem að hann bara startar sér einhvern veginn þarna inni. Já. Og síðan setur hann einhver ákveðin grunn þarna inn, en við upplýsingafræðingarnir myndum þá sjá að klára þessa skráningu eða hvað. Er það ekki rétt skilt hjá mér? Jú, sko það er það væri ferlið. Það er hægt að stilla þetta alls konar. Það er hægt að stilla þannig að þetta fari bara að starfsmenn setja inn og það fari strax á portalinn, en við viljum ekki hafa þannig. Við viljum hafa að við fáum þá eitthvað svona einhverja notifications og það komið hérna eitthvað nýtt, ég þarf að kíkja það, eða bæta við einhverju, já, hérna vantar ISSN-númer eða whatever. Og þá gerum við þannig að þeir setja inn bara einhver svona hrágögn og við sjáum svo að svona fínpúsa. Já. Já. Allavega þessar bókfræðu upplýsingar, sko, ég hef reyndar séð prófíla, sko, erlendis frá þess að fólk er að setja svakalega flotta myndir af sér inn og bara notar þetta sem bara, sko, hér er ég á internetinu, sko. Já, sko, þú náttúrulega búið til það sem að síði eitthvað funksjón þarna og ég býst með að fólk gerir það bara sjálft eða vill, sko. En svo verður þetta bara prófílinn verður rauninni bara hálfgert síði, þú veist, með tíma. Þannig að ef þú ert að presentera þig, já, ég langar að tala alltaf ráðstöfnu, þá bara setur þú link í prófílinn og þá er allt það inni, sko, þig. Já. Þannig ég fór bara að pæla í, sko, vinnunni, okkar vinnu. Já, einmitt. Auðvitað þurfum við að finna einhvern tíma fyrir þetta. Já.
Þú veist, í rauninni er þetta bara svona svipað verklag og bara með, þú veist, skemmuna, þú veist, það er kannski eitthvað sem að flestum þekkja. Og það er bara eitthvað nýtt sem að bara fara yfir það. Já. Þannig að þeir eru upp í staðið og þá verður þetta svona svipað, já. Já, í rauninni, sko. Já. Og fer náttúrulega eftir sko outputi, eins og maður segir, hvers háskóla, hversu mikið vinnuálag þetta verður á upplýsingafræðingan og bókasöfnin. Þannig að það verður augljóslega mest að gera á Landsbókasafninu og Landsspítalanum væntanlega. Sko, það er mjög mikilvægt í þessu sem þeir ákvaða að nota þetta kerfi, þarna þeir sem að sjá matskerfi, til þess að ná upplýsingar úr. Mjög mikilvægt. Þá kemur alltaf mynd, þá tengir þetta allt kemur að mynd. Já. Það er sterkur punktur að tengja þetta inn í matskerfið. Það er alltaf veist í febrúar, þannig að þú veist, við vitum ekki, sko verður rosa mikið álag þá í janúar, febrúar, eða gerir fólk þetta jafn óðum, þetta væri bara langt best að fólk gerir þetta bara jafn óðum, tenni sig þá vinnu. Ég veit ekki hvað svona meðal vísindamaður skrifar margar greinar á árið, kannski 5-10 eitthvað, ég veit ekki, segja það. Og þú setur bara þegar hver ein kemur út, þá er þetta ekki svona mikið mál. En ef þú safnar þig saman öllu í janúar, þá er þetta einhvern veginn meira svona vesen, en þetta mun skilur þróast. Já, þetta er spennandi og spennandi ár framöndan að starta þessu og koma þessu í svona ferla. Heyrðu, ég held að sé ekki fleiri spurningar. Er einhver sem vill spyrja einhvers? Ég held að við þökkum bara kærlega fyrir í dag og bara takk ykkur kærlega fyrir komuna á fundinn og þakka ykkur Ingibjörg og Sigurgeir fyrir bara afskaplega fróðlegt og gott innlegg í þennan kalda dag. Okkar var ánægð. Takk. Takk. Bless. Bless.